Við skulum bara fara með þetta inn í R og ég ætla bara að stela þessu og ég er nú bara með þetta opið eins og við skildum við þetta síðast. Ef ekki, þá ef það er ekki svo hjá ykkur, þá bara opnið R-Studio og farið inn í verkefnið okkar, ályktun, þannig að projektið okkar, og við skulum skella hérna, segjum bara fervigagreining. Hér aftur skoðum við þetta aðeins. Ég er að nota A og VAF aðferðina til þess að smíða fervigagreiningarlíkanið mitt. Hér er ég með talnabreytuna, við erum að skoða fyrri púls, og hér hef ég flokkabreytuna líka satt flokkur og ég ætla að vera viss að það sé flokkabreyta, og við sjáum það nú hvar er ég með púlsúrtak. Opnum bara, skoðum þetta að þetta er augljóslega flokkabreyta hér. Og ég ætla að nota þetta eru breytur sem eru í gagnatöflunni púls.úrtak. Svo ef ég keyri þetta þá, ég sé ekki neitt, það verður til þessu hlutur fervig líkams, og til þess að sjá, ég getum skoðað líka hérna, names, þannig var alltaf við þessu, fervig.líkams, við sjáum hér er alls konar gummelaði, og við skulum mata ANOVA aðferðina með nafninu á þessum hlut, og þá fáum við fervigasummu töfluna. Og við skoðum þetta hér. Fyrsti dálkunni hérna eru frígráðurnar, fjöldi frígráða. Svo höfum við hérna fervigasummur, meðalfervigasummur, F-gildið, það er gildið á prófstærðinni, og svo P-gildi. Hérna í fyrri línunni hér, að þetta er hérna á milli hópa. Hér höfum við á milli hópa, og svo erum við með residuals hérna, það er innan hópa. Þannig að þetta er það sem myndi kalla sums of squares treatment, og þetta er sums of square error, og svo MSE treatment og mean squared treatment og mean squared error. Frígráðurnar, aftur sem áður, hérna, þetta er fjöldi hópa, -1, við vorum með 3 hópa, og þess vegna fáum við 2 frígráður hér. Ef við erum með fleiri en 2 hópa, en við fáum hérna fjöldi frígráða sem 1 hér, þá er mjög sennilegt að við höfum gert mistök og gleymt að breyta þessari breytu í flokkabreytu. Ef hóparnir eru bara 2, þá á fjöldi frígráða bara að vera 1, 2 - 1. En ef fjöldi hópa er fleiri heldur en 2 og hér mun standa 1, þá þurfum við eitthvað að skoða, þá er eitthvað að fara úrskeiðis. En P-gildi hér, lítið P-gildi, svo við höfnum 0-gátu og við ályktum að minnstakosti 1 meðaltal er frábrugðið hinum. Látum okkur nú sjá. Við sjáum það, eins og við sáum, það er ýmislegt að finna í fervig hlutnum, og ef við viljum nálgast leifarnar, við ætlum að skoða leifarnar eitthvað, þá til dæmis náum við þær með fervig.líkams, það er að segja nafnið á hlutnum, dollar residuals eru leifar, og þess að sjá það er ýmislegt annað hérna sem við getum haft áhuga á. En eins og ég nefndi í byrjun, gagntilgátan segir okkur að minnstakosti 1 meðaltali frábrugðið hinum, en við vitum ekki hvaða meðaltal það er og hvort það séu fleiri en 1 sem er öðruvísi, og til þess að gangur skuggum það, þá gerum við svo kallar eftir á prófanir, eða post hoc analysis, eða post hoc tests. Og það eru ýmis próf sem má nota. Tukey-prófið er eitt dæmi og er bara ágætt að nota. Og aðferðin, hún heitir Tukey HSD, og við mötum hana. Hún er stór stafur í Tukey og svo HSD, og við mötum hana líka með nafni á fervigagreiningarhlut. Og það sem við fáum þá út, að þá erum við komið svona samanburð, per par, hérna berum við saman meðal og lítil líkamsrækt, punktmatið á mismununum, og svo erum við með hérna öryggisbil, neðra markið og efra mark,
og svo P-gildi, og hér eru þess að kanna, er munur á meðalhópnum og þetta er fyrri púlsmælingar á meðal fyrri púlsmælingum fyrir þá sem stunda meðal og litla líkamsrækt og P-gildi er hátt svo við höfnum ekki 0 tilgátu hér. En aftur á móti, ef við berum saman mikil og lítil, þá erum við komin með marktækan mun og mikil og meðal, og þar er líka marktækur munur. Og þannig að ekki munur á meðal og lítil, þannig að við sjáum ekki mun á þessum tveimur hópum hér, en við sjáum aftur á móti mun á mikil og lítil, það er mun á þessum tveimur hópum hér og svo meðal og mikil. Já, þetta má líka skoða myndrænt og þá skellum við hreinlega kópurum þetta bara, skellum plott mötum þetta með plottskipun með þessu og þá sjáum við þessi öryggisbil og ef við höfum að öryggisbilið inniheldur ekki 0 að þá er marktækur munur. Hér erum við meðal lítil og öryggisbilið inniheldur 0, svo hér er ekki marktækur munur, en hér höfum marktækan mun og hér höfum marktækan mun. Hér getum við kannski skrifað 2K próf og hér vorum við búin að skrifa fervika-greining. Svona. Herðu, það var ekki meira, fyrirgefiði, gleymi ég mér aðeins, stikalausu prófin aðeins í lokin. Ef skilyrði þess að skilyrði fyrir fervika-greiningu er ekki uppfyllt, í sumum tilvikum hægt að nota stikalaust próf og aftur við erum að passa okkur að notum stikalaust próf og kanna líka forsendurnar þar, hvort að þær þeim við uppfyllum þær. Kruskal-Wallis er svona sambarilegt og svona einþátta fervika-greining, stikalaust próf og við mötum hana eins og A og VAF og þið sjáu það hér. Hér eru kruskal.test, mötum hann á sama hátt og A og VAF og við fáum út P-gildi, prófstærð og frígráður. Enn og aftur, við skulum ekki bara nota svona stikalaust próf aðeins að hugsa okkur við þurfum líka að kanna alltaf forsendurna þar. En þá er það ekki fleira og ég þakka áheyrnina. Takk, bless.